Já, nú komið að því að fara í bíó. Við ætlum að fjalla íslenska heimildamynd sem sýnd í Bíó Paradís, heitir Kúriki norðursins. Það mynd eftir Árna Sveinsson leikstjóra Jón Odda Víkingsson, tónlistamann, betur þetta sem Johnny King. Verið velkomnir. Já, takk. Takk fyrir. Takk. Komum við óvart þegar maður var að horfa á myndina. Já. Hvað nær yfir langt tímaskeið? Ert þú búin að vera að taka hann upp í 6-7 ár? Í raun og veru 8 ár, sko. 8 ár? Já. Þetta byrjaði bara af einhverju rælni hjá Andra Frey, Viðarsinni, útvarpsmanni. Já, sem eins konar sögumaður í myndinni. Já. Og hann fær Jón í viðtal til sín og hann hafði verið með Johnny, eða Jón, svolítið svona á heilanum síðan hann var krakki. Það nú meira. Eða svona, hann man eftir plötunniðinni sem var til í plötusamlu pappans og bara við það þá að hitta hann og eitthvað þá baða mig að fara að kíkja á tónleika sem Jón var með niður á Granda. Og þannig byrjaði þetta og fyrst vissum við ekkert almennilega hvað við vorum að gera og svo bara svona einhvern veginn vattaði upp á sig og svo bara svona hlutir sem, þú veist, það nú einn maður. Vekja upp kannski áhuga. Ja, þar að segja að þetta sé kannski aðeins stærra heldur en eitthvað svona skemmtilega. Það einn maður sem á heiðurinn af þessu öllu sem byrjaði. Hann plataði mig til þess að koma og vera með nokkuð konar tónleika hjá honum í Texas borgurum, Maggi heitinn. Og ég hafði ekki komið fram við svoleiðis í mörg ár. En einhvern veginn þá plataði mig til þess að koma og spila sem sagt 2 sunnudaga hjá sér. Og það var ég og þá var hann kærasta mín og vinur minn Jón Magnússon, gítarleikari, og vorum 3. Og við spiluðum þarna fyrsta sunnudaginn, en svo seinni sunnudaginn að þá segir kærastan mér við mig: Heyrðu, þetta lítur að vera ríkur túristi sem með þessa stóru kameru á öxlinni. Og ég segi: Nei, þetta sko engin túristi vinna mín, þetta einhver frá einhver útvarpsstöð eða eitthvað, svoleiðis. Það var þessi hérna. Já, þannig að Hvað varst þú að gera þarna? Ég fór þarna bara á það því að ég og Andri höfum unnið. Andri sendi þig bara? Já, Andri sendi mig, bara að fara og tjekka þessu. Og ég vissi ekkert hvað við ætlum að gera, við bara... En hvernig það að hafa svona kvikmyndagerðarmann á eftir sér í 8 ár? Sko, ég er búin að hafa að báða eftir mér í 8 ár og það hefur verið bara mjög gott. Það hefur ekkert íþyngt mér. Það var einu sinni sem ég fór í einhverja leiðinda fílu. Mest við sjálf á mig. Ég man ekki eftir því. Nei, þú varst ekki eftir því, en það var nú sant og mér fannst ég vera einhver bjáni og upplýsingur og allt það og svona. En náttúrulega COVID-árin voru náttúrulega erfið, sko. Þá hittust þú. Hvað kallaði Jón eða Johnny? Alls ekki best að kalla mig bara Johnny eins og allir gera. En þú varst í fíl og fannst að það væri verið að mér fannst ég ekkert vera þessi virði að vera að gera einhverja bíómynd mig, einhvern jólasvein frá Hornströndum einhvers staðar, sko. Já, en síðan alltaf bara dagamunir á fólki og þetta eru nú helviti margir dagar. En Johnny þess virði að gera heila myndum hann? Ég meina, hvað virði í hverju? Hann heldur þetta bara að Nei, ég fengi þessu spurningu út af því að þetta náttúrulega ekki svona ferilsmynd eða eitthvað. Við erum ekki að gera upp feril Johnny. Þetta bara saga mann sem tónlistarmaður sem þarf og bara í lífsbaráttu. Alls konar hlutir. Bara lífið, aldurinn, fortíðin. Og þannig að ég held að allar sögur sem þú getur speglað í séu þess virði að segja. Þetta samt skráning á ævi, það farið í endurlitum og svona farið yfir allan ferilinn. Já, það svona... Og svo kannski þessi að vera að fylgjast með honum á tilteknum tíma, tilteknum aðstæðum sé kannski megin. Já, en auðvitað þurfum við að gera grein fyrir eitthvað svona fortíð og hvaðan viðkomandi kemur og það svona einhver saga þarna á bakvið hvernig kannski Johnny verður svolítið til. Þannig að jú, vissulega, en við erum ekki svona að rekja ferilinn. Þetta ekki svona eins og eitthvað svona hljómsveitamynd eða eitthvað. Johnny, hvernig fannst þér myndin? Fyrsta skipti sem ég sá hana, þá eiginlega sá ég hann ekki, vegna þess að hugarfarið hjá mig var þannig og sálarástandið að ég náði ekki að meðtaka hana.
En í seinna skipti sem ég sá hana að þá sagði ég nú í sjálfan mig bara, já, þetta svona, ok. Þá var ég búinn að gleyma því sem ég sá úr henni áður, sko. En svo horfði ég á hana með jákvæðu hugafari og mér fannst hún bara allt í lagi, góð. Hvernig finnst þér Johnny sem að birtist í myndinni? Þekkirðu hann? Að sumu leyti já, ekki öllum. Hann er náttúrulega ekki að lýsa þér fullkomlega. En hann var svo marg þættur, sko, í þessi 8 ára. Það var svo margt sem að gerðist í lífinu hjá mér á þessum 8 árum að ég ég er nú eiginlega bara þakklátur drottni fyrir að vera lifandi. Já, ég held að þeir sem horfa á myndina átta sig alveg á því að það var háski, það var á tímabili þar sem að maður hélt að myndin væri bara harmsaga. Já, ég meina þetta er risjótt. Þetta er eins og Johnny sagði sjálfur, þetta er eins og hafið. Já, þetta er eins og hafið, sko. Hún er bara öldugangur eins og ég kalla það, sko. Já. En svona tímabili þar sem þetta í hjólísun og svona, þá ertu bara í háska. Ég er í háska þar, já. Vegna þess að ég fæ eitt af áföllunum mínum í húsbílum. Og lendi á Landspítala með það. Og þá var það systir mín og mágur sem að algjörlega tóku fyrir það að ég væri þarna aðleiðin í húsbíl yfir vetratíman á Eyrarbakka. Þannig að þau sögðu mér að koma með hann og plant honum á plani hjá þeim sem ég gerði. Og það eiginlega bjargaði lífi mínu. Að ég var undir ákveðnu eftirliti. En í raun og veru mér leiði ekkert illa í bílum. Ég var búinn að gera hann kósí og svona og þetta var bara mitt heimili og minn vinnustað. En samt eiginlega sér maður á þér að þér líður ekki vel, sko. Maður bara finnur fyrir þér að þú ert bara kaldur og kreftur þegar þú ert þarna. Ekki þarna sem ég var, sko. Þetta held ég eitthvað svona húsakostur sem enginn óskar sér. Nei. Svona neyðuróræði, sko. Ég hitti eitt sem að sá myndina og sagði að þetta væri svona sýndi hvað verið mikilvægt svona housing first því að svo kemstu í almennilegt húsnæði og þá eiginlega breytist svo margt hjá þér að sko stundum er það þannig að vandinn getur verið bara að leysa húsnæðisvandann og þá er margt sem að kemur bara sjálfum sér. Já, ég meina að það er bara gífurlegt öryggi og bara, að eiga sitt heimili, sko. Ég meina, það gefur auga leið. Og þetta er kannski bara mjög aðkallandi subject í dag hér upp á Íslandi þar sem þú getur ekki verið heimilislaus, sko. Hún fer ekki bara út á strönd og leggur þig, sko. Það breytir miklu fyrir þig að fá inn í það sem þú býrð ennþá. Jú, ég býð þar og kem til með að búa þar áfram því að þetta er húsnæði fyrir 60 og eldri. Já, og byrjar að spila fyrir eldra fólk? Já, ég er búinn að spila alveg helling fyrir gamla fólki og það skal ég segja að gefur mér rosalega mikið. Þakklæti sem að ég fæ frá gamla fólkinu, faðmlögin og handaböndin og allt þetta, að það lyftir sjálfsvirðingunni alveg helling, sko. Manni finnst maður að vera eitthvað. Já. Og breytir myndinni úr því að verða, eins og segja, detti yfir að vera harmsaga yfir að vera svona sigursaga. Já, ég fæ mikið út úr því að hjálpa fólki og skemmta fólki, mjög mikið út úr því og ég skemmti mér ekkert minna heldur en fólkið. Að spila fyrir þetta gamla fólk er sko, það er eiginlega köllun. Mér finnst þess að ég hafi fengið köllun eftir að ég lifði af öll þessi hjartaáfall sem ég er búinn að fá og þá fannst mér ég skulda Guði að gera eitthvað sem að honum þóknaðist. Og mér finnst þess að þetta sé köllun að skemmta gamla fólkinu vegna þess að þetta blessa fólk, það getur verið farið á morgun. Myndin heiti Kúreki norðursins og vísar þá bara í Kúreka norðursins. Já, fulltitill er Kúreki norðursins, sagan af Johnny King. Já. En bara titillin vísar í mynd Friðriks Þórs, Kúreki norðursins og svona tímabil þar sem þú og Hallbjörn og fleiri. Já, Siggi Helgi. Og þetta Kúreka gengi voru mjög áberandi í þjóðlífinu.
og það reis upp ykkur country-bylgja á Íslandi. Já, ég man eftir þessu þegar ég var krakki, sko. Þannig að þeir voru einhvern veginn út allt. Hún reis upp á röngu tímabili. Nú, af hverju? Já, vegna þess að það sem að við vorum að brandbolta við þarna, þessi jarlar þarna, ég, Bimbo, Siggi, Helgi og Hallbjörn, að þetta var einhvern veginn, þetta var dálítið fjarlægt, þetta var bara einhver klikkuð hugmynd sem að Hallbjörn fekk, vegna þess að hann náttúrulega elskaði country og lifði fyrir það. Ég aftur á móti var bara jólasveinn á Húsavík sem hafði gaman að herma eftir. Og ég gæti heimt eftir þessu eins og hverju öðru. Já, ég gæti alveg heimt eftir þessu, því en það sem að gerðist til þess að ég pæri á staði í þetta í byrjun, mín byrjun, hún er svo að einn frænka mín, hún biður mig að koma og skemmta á balli sem að kvenfélagi hélt. Og ég átti að herma eftir þessum trúð eins og við kölluðum hann á Skagaströnd. Mér fannst þetta nú frekar svona eitthvað skrítið og var nú lengi að hugsa þetta, en svo fannst mér þetta að vera svolítið forvitnilegt. Þannig að ég ákvað að láta það reyna. Ég kem þarna fram og ég er með eitthvað hestgrípi bundið upp í klofið sem eitthvað kústaskaft með hesthaus og með minn gamla tólsingagítar sem heitir Léttvetti. Og ég brölti þarna salinn og söng og spilaði og sló rækilega í gegn. Og þetta er byrjunin á því að ég fór út í þetta country vegna þess að þarna var ég að herma eftir Hallbirni og svo kynntist í honum því að við lentum nú í því að hittast og þá var nú auglýst á Húsavík að Johnny King keppur við Hallbjörn Hjartarson, þá var þetta Johnny King nafn komið og það var ekkert gert minna úr þessu heldur en bara keppni. En heimabæri minn sagði að ég hefði sigra á stigum. Þetta er byrjunin á því að ég fer út í þetta country. Og þá byrjar eitthvað svona country-bylgja sem síðan bara fjarar út, eða hvað? Þú ert ekki að spila country í dag, myndur þú segja það? Hvað segir þú? Myndur þú segja að þú værir að spila country í dag? Ertu ekki bara að spila svona íslensku söngbókina? Ég myndi segja blandaða tónlist. Ekki beinlínis country. Þetta er svona blönduð tónlist. Já, þín lög eru náttúrulega country. Mín lög eru country, sko. En það sem ég er að spila... En þú ert kannski ekki einvörðungu country. Já, þau eru það, sko. Þú ert svona, já, getur spilað allt í rauninni. Já, ég get spilað allt. Ég sem mikið. Það er það var að óta að segja það ekki, myndin endar á svona það sem að þú ert í stúdíói Sjónvarpsins. Hvað, á að spoila bara öllu? Já, það er bara eins og með Hamlet, að það er sumir vita áður að byrja að deyja. Jú, ég meina það, hvað með Titanic, sko, það vita aldrei hvernig hún endar. Þetta er kannski ekki einmitt gott dæmi um svona söguþráð, en það skiptir máli hvernig sagan er sögð. Já, en það kemur svona, ég velti fyrir mig þegar ég kom út svona með það atriði, það sem að þú kemur eiginlega svona að því þetta þú ert svona outsider, þetta er svona undir þetta er svona... Þetta er Camelot. Já, það byrti svona kannski á vettvangið sem að þið eru svona í jaðrinu, þið fá ekki að vera alveg tilheyra alveg miðjunni og það sem að klíkan situr og þið búið til svona ykkar eigin kúltúr þar fyrir utan og þú skrásetur það allt saman og ég held að Siggi Helgi segir eitthvað í þessa veru að þú ert ekki að vera að fara inn í RÚV, þeir eru aldrei hleyptar inn og þeir eru bara einhver klíka sem er þar og þeir vil ekkert með okkur gera og einhvern veginn segir að þú átt ekki að vera að sækjast eftirninu þar, að þú munt aldrei fá nýttar og þannig að við ætlum bara að búa til okkar heim bara hér og með þetta að vera mjög sterk sena þegar hann er að segja þetta. En svo endar myndin á því að þú ert komin í Gín Ljónsins. Ég er komin í ótrúlegasta upptökusal sem maður hefur látið sér dreymum að fara í. Og ég held að við höfum bara staðið okkur ágætlega þar. Fannst þið músíkin þá þegar hún er tekin upp af svona, það sagði mér okkur að Bimbo hefði verið einn versti upptökumaður norðan Alpafjalla, hann er umdeildur allavega sem upptökumaður. En þarna er músíkin tekin upp og er bara komin í RÚV sound. Já. Fannst þér hún vera betri þá heldur en í svona hráleikunum sem var áður? Sko, að starfa með Bimbo var dálítið erfitt.
og hérna það eiginlega rétt sem þú segir að hann var ekkert neitt sá klárasti sko. Það var annars sem stjórnaði honum vegna þess að ef að Siggi Helgi sagði eitthvað þá gerði Bimbo það. Hann bara stjórnaði. Og Siggi Helgi lét hann gefa út þó nokkuð marga plötur sem að voru svona og svona og þar á meðal mína. Siggi Helgi stakk upp á því. En það mjög gott sound á country rock plötunni sko. Já. En Siggi Helgi líka stýrði því sko. Hún er mjög vel gerð og hljómsveitin sem að spilar var Snorri Guðvarðar og hérna hljómsveitin sem hann var með skilaði þessu frábærlega sko. Eina sem að er á þeirri plötu að Bimbo, ég vildi syngja í ákveðinni tóntegund sem að passar vel við mig en Bimbo breytti tóntegundunum þannig að ég er að syngja eins og hæna sem er stungið með gafli í raskati eða eitthvað. Sem er verra. Nei, þannig að ég held að Johnny hafi farið í gennum alls konar sound. Þannig að þetta var náttúrulega live, þessar rúf-upptökur og svona og bara strippað band en fyrsta lagi þá var náttúrulega komið alveg hræðilega hrikalega vel live. Þannig að þetta rann mjög smúð. Sko. Varstu spilaði mikið á rúf? Nei, ég spilaði ekki. Við spilum bara þetta, þannig. En ég meina svona í gennum tíðina meinar. Nei, ég meina, ég held að það sé eins og þú varst að benda á svona sögnin að þeir hafa svona í gennum tíðina kannski ekki fengið neitt pláss svona í, hvað ég var að segja, stórum miðlunum og þess vegna kannski hafa þeirra svona svæði verið út á landi og ég held að þetta eigi bara rosa mikið við tónlist utan á landi. Platan, hún sem að Bimbo gerði og gaf út hann gerði ein stór mistök sko, platan fekk ágætisdóma sem tónlist en þegar að gagnrýnendur tók hana fyrir að þá heldur þeir tónlistin væri mjög góð og vel spiluð og allt þetta svoleiðis og að sönnum ætti Johnny vera betri söngvari sem er hár rétt hjá fólki ég er bara raulari og hérna en albúmið Guð almáttugur, hvítur litur, nei þetta var það sem að feldi plötuna það var hvíti liturinn á albúminu Bimbo var svo nískur að hann tímdi ekki að gera það brúnt eins og átt að vera og Siggi Helgi var veikur og gat ekki fyllt í eftir en þess að albúmið átt að vera brúnt en það var snjóhvítt og það var það sem að feldi þessa plötu en undir hljóðfæraleikurinn á þessari plötu er frábær. Það er samt þetta albúm sem varðveitist á heimili foreldra andra sem verður til þess að þetta er það sem að þetta er það sem að Andri fjall fyrir. En Árni, hvernig þessi mynd sem þú gerðir hvað er þetta? Hvað finnst þér? Hver er kjarninn í henni þannig? Ég veit ekki, þetta er bara karakter, einhver drifin saga manns sem stendur í lífsins ólgusjó og á sér fortíð og með vonir og væntingar til framtíðar en það er komin á efri ár og allt það. Kjarnin í henni held ég að sé bara fyrir aðra að dæma sko. En allavega þær viðtökur sem við hefum fengið eru bara framar væntingum sko. Þannig að þetta er svona mynd að hún ég ætla svo að segja, hún er betri en þið haldið. Það er svo margt í henni og hún er svona óvænt. Já, fólk lesa ólíka hluti en hún allavega snertir við fólki og hreyfir við fólki. Það er alveg þetta er alvöru saga sko. Já, og fer alveg út fyrir þetta að hún er ekki gerð fyrir einhvern hóp, þú þarft ekki að hafa áhuga á country tónlist eða bara tónlist yfir höfuð til að svona sagar náðu til því. Þarft ekki að vita hver Johnny King í rauninni ekki sko. Þarft ekki að muna eftir gömlu myndi nei. Þannig að hún náttúrulega bara hefur svona kannski styrkleika sem flesta sögur þurfa að hafa. En er ekki svolítið óþægilegt, Johnny, að vera hérna upp á tjaldi, einhvern veginn sem persóna og fólk að fara í bíó og horfa á sig? Svo opnar þið hérna mikið, þú meins að opnar þið svona hluti sem maður hafa verið á tilfinningun og þú er aldrei rætt áður í myndinni, sem eru mjög sárir, býst þið við? Ég gerir það sko, en hérna, ég fer ekki út í neins smáatriði. Ég vil ekkert fara út í neins smáatriði, ég vil bara gleyma þessu atviki og allt það.
En ég er búinn að lifa með þessu í allt og mörg ár og láta þetta stjórna mér allt og lengi. Núna, eftir að hérna, þessi blessaður drengur hérna gerði þessa mynd og náði þessu fram sem að verður ekkert meira gert heldur en það, að hérna, nú er alveg sama. Ég er bara sáttur, ok, þetta er búið, bara sáttur. Þannig að það er léttir hjá þér að létta þessu af. Það er ákveðin léttir, sko. Og hérna, ég er þeim þakklátur fyrir að hafa gefið mér þetta tækifæri og ég ætla mér að fylgja þessi eftir alveg þangað til ég tek síðasta andvarpið sem að verður vantanlega ekki fyrir þetta 30 ára eða eitthvað. Ég ætla að vera hundgamall. Já, og þá kemur náttúrulega Kúriki Norðursins part 2. Ég veit það. Þeir eru hættir, þú ert hættur að eldan. Já, ég meina, við lukum tökum fyrir cirka ári síðan og svo gekk vinslan bara frekar snuðrulaust fyrir sig. Hún Steffi Tórs klippir hana, klippt hana og hérna, nei, nú þurfum við bara að huga að næstu verkefnum, næstu framtíð en síðan náttúrulega bara erum við að sinninni ennþá. Eins og til þess að þau koma hingað og segja frá henni. Ég er náttúrulega með hljómsveit sem heitir Goldís og við ætlum að fylgja þessu eftir með tónleikum og slík og erum að æfa núna einhver 30 lög tónleika og við erum þegar bókuð í, hvað heitir það? Þannig að ég man aldrei hvað það heitir. Ölver, já. Í nóvember. Já. Og þá ætlum við að vera með tónleika og og svona skemmtiatriði því að ég ætla og ég er þegar ég er að spila svona eins og þetta, eins og til dæmis í Bíó Paradís þegar frumsýningi var að þá flippaði ég sko og þannig nær maður upp stuði. Þá var allt vitlaust. Já, þannig næ ég upp stuði með því að bara flippa. Þannig að við getum hvatt fólk til að sjá myndina í Bíó Paradís og fylgjast svo með þegar hljómsveitin Goldí fer af stað. Byrjar í Ölveri kannski, einhvern tímann í nóvember. Og þá mun þú ná salnum með því að flippa. Já, og svo getur vel verið að ég fara að spila einn eða með annan mann með mér í Bíó Paradís. Já. Bara svona tónleika eftir. Það er aldrei að vita. Sýningu. Það er ýmislegt. Það verður ýmislegt brallað. Fylgist með það er ekki að missa þessu. En kæra þakkir fyrir að koma hingað. Takk fyrir að bjóða okkur. Árni Sveinsson, leikstjóri og Johnny King. Kæra þakkir. Takk fyrir. Takk. En ég sitt hérna áfram og reyni að skilja hérna heim sem við lifum í. Næsti kafli er eftir augnablik. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu.